Jæja, góðan daginn og gaman að sjá ykkur. Ég ekkert smá spenntur, ég búinn að bíða eftir ykkur alveg heil lengi, sko. Ég nefnilega búinn að breyta öllu herberginu mínu. Ég og pabbi, við erum búinir að mála allt herbergið og búinn að fá nýtt dót og búinn að breyta alveg svakalega mikið og nú erum við bara að leggja loka hönd á að mála, sko. Sjáu hérna, þetta lítur út eins og einhver svona málingaklessa, en þetta er það svo sannarlega ekki. Þetta er nefnilega krítartafla. Hérna getur maður skrifað alls konar. Hæ, ef maður þarf að muna eitthvað, ég þarf að læra heima, þá getur maður bara að skrifa það hér og bara að teikna alls konar. Þetta er rosa sniðugt, svo getur maður bara að stroka þetta út. Heyrðu, svo er ég búinn að fá nýtt rúm, alveg svakalega flott. Komið, sjáu þið. Ég get meira að segja sýnt ykkur það. Ég er komið með mark. Fótboltamark, eða svona þannig sé, sko. Það er hægt að nota sem fótboltamark, það er hægt að nota sem, sko, íshokkímark og alls konar. Og hérna er rúmið. Ég var að mála það. Sjáu ég hvað er flott. Þetta er svona geimskutlu rúm, sko. Ég er búinn að vera að mála þetta, er alveg rúm, maður þarf að vera rosalega vandvirkur þegar maður er að mála þetta, sko. Svo maður máli nú ekki sængina sína. En mér fannst það svo flott að vera með svona rautt og gult rúm. Það því að mamma keypti sænguver sem er með svona rauð og gulu í, sko. Hún var að segja að það passaði svo rosalega vel saman. En svo sagði pabbi að það væri svona tómur veggur hérna og ég mætti bara mála nákvæmlega það sem ég vildi á þann vegg. Og ég er svona að reyna að finna upp á einhverju sniðugu til að mála. Og sko, ég var með hugmynd, mér langaði rosalega til að mála bara einhvern skrípakall. En svo fékk ég nefnilega betri hugmynd, sko. Mála bara svepp. Já, ég er sveppi og þá merki ég herbyggi mitt með svepp. Alveg svo hundarnir, þegar þeir þurfa að pissa, þá merkja þær alltaf staðinn sinn, sko. Þannig að við þurfum að byrja því að rissa upp svepp. Komið. Hérna er ég með svona teikni aðstöðu, sko. Það er alltaf að byrja á því að rissa upp, sko, á blað áður en maður byrjar að mála á vegginn. Það því að, sko, það er betra að fara sér ekki, sko, óðslega, sko. Maður þarf, sko, að vanda sig, því að annars gæti allt farið úrskeiðis og þá þarf kannski að mála vegginn upp á nýtt. Ég ætla að byrja á því að rissa upp svepp. Sjáumst. Svona, sko. Þá yrði sveppurinn svona einhvern veginn svona. Þetta er svona gott að vera búinn að hugsa, sko, áður en maður framkvæmir. Það er eitthvað sem ég þarf að temja mér. En þetta er svona hugsunin. Jæja, þá förum við með blýant og rissum þetta upp á vegg. Svona, maður sjá. Og með stiga. Þetta verður ekkert smá stór sveppur, sko. Maður sjá. Ok. Einhvern veginn svona. Þetta er svona búkurinn á sveppnum. Svona. Svo koma svona línur. Svona, sko, og hurð. Búp. Og svo kemur svona gras hérna, svona. Svona. Svo þurfum við stigann. Svo kemur hatturinn. Svona. Vá, þetta er ekkert smá stór sveppur, þetta er bara stærsti sveppur sem ég sé í heimi eitthvað. Og þarna, uppabói. Vá, ég hef aldrei málað svona stóra svepp. Og svo koma svona hringir.
Má sjá. Svo þegar maður að mála svona rosalega stór, þá svo gott að sjá þetta úr fjarlægð, sko. Svona. Jæja, þá ég byrjaður að mála sveppinn og ég verð nú bara að segja að hann alveg hrikalega flottur, sko. Svo mála maður, sko, hringina bara hvíta. Svona, sko. Einhvern veginn. Búbbi þú. Svona. Þetta gaman. Sko þið sem heima sitja ættu nú bara að spurja mömmu og pappa hvort að þið mættu ekki mála einn vegg í herbergin ykkar. Svona. Þetta flott. Svo ætla ég að ramma þetta inn, sko. Svo ramma maður sveppinn inn með svona svörtum lit hérna. Svona, sko. Svo. Það verður flott, sko. Svona rissa maður upp línu. Svo. Svona, sko. Bói. Svona, sko. Já. Svo ég nefnilega að hugsa að setja, sko, litla hurð, mála hana svona brúna og mála svona grænt gras í kring, já, þarf að fá grænan lit og svo loka sveppnum alveg. Þá hann alveg fullkominn, sko. Braut, mála rautt líka. Bói. Svona. Alveg að verða tilbúin, það bara síðasta svarta strókan. Sjöp. Þetta. Svona, sko. Nú hann alveg tilbúin, maður alveg kósveittur, sko. Þetta tekur svo mikið á að mála að maður bara fær málverk. Nei, ég segi nú bara svona. Sjáu þið, hann ekkert smá glæsilegur. Svona. Og svona. Bói. Bói. Svona. Sjáu. Glæsilegasti sveppur sem ég hef séð, sko. Það bara, maður eiginlega komin bara í dálítið svona stuð til þess að mála, sko. Nú langar mér bara að mála allan heiminn, elsku mamma. Nei, ég segi nú bara svona, sko. Fyrst maður ennú með blautt í penslinum, þá nú hægt að mála eitthvað. Sving mér þá. Hvað get ég málað? Bolti? Málan, rauðan. Miklu flottari svona rauður, sko. Svona, sko. Rosa fín. Hann láta hann þarna hérna á plastinu. Þarna, sko. Svo getur maður að mála þennan kannski bara einhverjum öðrum lit. Til dæmis brúnan. Ég svo mikill listmálari. Ég get mála allt bara og ég enga stund af því, sko. Svona. Svona, sko. Eitt brúnbolti og það verður, sko, gaman. Nú ætlum ég bara að mála bara allt dótið mitt eða eitthvað. Svona, sko. Má sjá. Svo, svarti. Hvít. Ég var að fá alveg frábæra hugmynd. Nú tek ég bara á málningaborði. Sko, mamma, hún á svo rosalega mikið af blómum og plöntum og svona tóti. Hún búin að vera að planta þessu inn í herbyggi til mín. Þannig ég þarf að geyma þetta og vökva þetta og svona. Og ef þetta á að vera hjá mér, þá má ég nú bara ráða hvernig þetta lítur út, finnst mér, sko. Þannig að, sko, þessi græni litur og þessari plöntur ekki alveg svona máli, sko. Þannig að mér finnst dálítið skemmtilegt að myndi bara mála þetta svona. Mála blómið rautt. Ég hef aldrei séð svona rautt blóm. Þetta flott, sko. Dúbbi-dúbbi-dúm. Svona. Sjáu ekki að þetta verið skemmtilegt. Grænt og rautt. Þetta flott, sko.
Mamma verður ánægð með þetta. Dúmmata, dúmmata, dúmmadúm, dúmmata, dúmmata, dúmmadúm, á. Vegginn ég málaði rosa svepp, sjóræningjar eru oft með lepp. Mamma hún minnir á fitu kepp, dúmmati, dúmmati, sveppiti, peppiti, leppiti, skreppiti, leppiti, bippiti. Mamma hún elskar Johnny Depp, hann Johnny Depp. Mamma verður sko ánægð með þetta. Ta-ta, þetta flott. Mamma! Já, elskan! Komdu og sjáðu blómið, það er alveg svakalega flott.